daginn, vertu velkomin til okkar í Tífónik. Já, takk fyrir það. Þið eru opnað nýjan stað niðri í bæ, Já. Gosinn. Verður hann opinn í allt sumar hjá okkur eða bara í bíladaga? Hann verður opinn hérna í allt sumar og verður opinn á nóttunni og hérna, þannig að fólk verður nú ekki svangt heim að sofa eftir skemmtanalífið. Þetta sett aðalega kvöldstæður. Já, við verðum hérna bara allan daginn. Því fremur sem að fólk kemur á göngugötuna og hérna, þá verðum við hérna með góða tónlist og góðan mat. Já, skil. Hvað verður þið aðalega með til sölu? Verðum með samlokur og panini og svo verðum með alíslenska kjötsúpu, kraftmikla og góða frá ömmu minni. Þannig að þetta verður... Er þetta búið að vera á planinu lengi að opna þennan stað? Já. Mér er búið að vera að dreyma þetta í alveg 2 ár. Þetta er búið að vera á planinu en svona, mér bauðst þetta tækifæri og ég ákvað að grípa það fyrir svona 4 vikum og hérna. Eru þið frá Akureyri, þeir sem eru með þetta? Já, við búum hérna áður. Takk fyrir þetta. Ekki málið. Sæll Gunnar, núna eru bíladagar nýja aðstanir. Gengu þeir betur fyrir sig í ár en í fyrra? Já, ég myndi að segja það. Það er gengið ívið betur í ár en undanfarin ár. Þetta hefur svona síðastliðin 2-3 ár hafa þessi bíladagar svona, já, gengið betur yfir höfuð. Þannig að núna í ár held ég að bara með að segja að það gengið bara nokkuð vel. Já. Gistu margir hjá okkur í fangaklefa helgina? Já, því miður er nú þannig að með svona hátum að það er óhjákvæmilegur fylgifiskur, einhverjir fá að gista hjá okkur. Það hafa sennilega verið einir, já, 12-14 aðalar sem þurftu að gista hjá okkur til að hvíla sig. Flest tilfellin voru nú bara vegna álfunar og svona minni áttar óspekta. Engin stór afbrot? Nei, sem betur verið. Þá sluppuð við öll meiri áttar mál þessa helgi, sko. Já. Núna voru margir stöðvaðir fyrir ofraðan akstur. Er það álit ykkar að hátíðin ýti undir hraðakstur? Það er nú alveg erfitt að segja, sko. Ég myndi kannski ekki segja það að hátíðin ýti undir hraðakstur, en þegar margir koma saman á kraftmiklum bílum sem mönnum finnst gaman að keyra hratt, þá náttúrulega verður því miður meira hraðakstra. Þessa helgi voru þó nokkuð margir teknir fyrir ofraðan akstur, sennilega það bil 34 í það heila, 22 sem voru stöðvaðir og þar auki voru einir 12 teknir fyrir ofraðan akstur á myndavél, eins og maður segir, myndavélabílinn okkar sem margir kannast við. Hann tók nokkra myndir líka. Þetta æsir það upp að koma svona saman allir á kraftmiklum bílum, segir? Já, það er náttúrulega eðlilegt að þegar margir koma saman á kraftmiklum bílum og allir vilja sína bílana sína og allir vilja eiga besta bílinn, og því miður þá verður kannski svolítið meira hraðakstur heldur en ella væri aðrar helgar. Rétt. Núna er komið akstursvæði upp í Hlíðarfjalli. Myndir þú segja að bílakeppnir og glannaakstur í bænum hafi minnkað eftir það? Já, ég er ekki frá því að það hafi farið svo, og þetta bílaklúbburinn skulle vera komin með sitt sér svæði þarna upp á Glerárdal er mikil framför, myndi ég segja, og mjög til hagsbóta bæði fyrir bílaklúbbinn og þessa bílaáhugamenn sem stunda þetta bílasport, og líka þarna þessa helgi og líka á bíladömi fyrra, þá fengu menn að fara inn á brautina eiginlega öllu tímum sólarhrings til þess að þeyta bílana og spóla í hringi, og það var mjög vel nýtt og ég er alveg viss um að það hefur haft það í för með sér eitthvað að spólinu sem á sér stað á göttunni færi í stafinni og þarna uppbyttir. Þannig að bæjarbúar hafa getið sofið rótt seinustu nætur? Já, flestir held ég, en það var samt svolítið kvartað undan háaða vegna ökutækja í bænum. Bæði er það þannig að sumir geta ekki stilt að spóla á hringtorgum og bílaplönum. En það er mjög erfitt við að eiga, þetta er víða sem þetta er hægt að spóla svona, og þetta veldur náttúrulega bæjarbúum og öðrum ónæði og ama, sko. En það var svolítið tilkynningar ónæði vegna spóls. Takk fyrir Gunnar. Það er lítið.
hvað eiturlyfið verður maður? Here we go. Við erum velkomin, ég er að taka viðtal við hana og ég veit ekkert hana. What's your name? I'm Lily. Yes. And how do you like Iceland? I really love it. The nature is so beautiful and the people are nice. Yeah, good place to stay. And what are you doing in Iceland? I'm doing volunteer work for Worldwide Friends, an Icelandic organization. We just do a biofuel and soap tour around Iceland, but it didn't work that well, so now we're just driving around Iceland, which is really nice. And where are you from? Germany. I see. And can you show us that on the map? I'm coming, exactly. I'm living there. What is the name of the town? Regensburg. Regensburg. It's close to Munich. Regensburg. Regensburg. Afskaplega kínasæta nafn. Regensburg. And can I be a volunteer? For Worldwide Friends, or which organization you mean? For this organization? Yeah, I think you could do it because they're just missing some Icelandic people. They're just people from all around the world. But yeah, you see Ásgeir, our camp leader, he's an Icelandic guy. I think you can work for this organization too. And what have you been doing? We were just collecting oil and soap, and we filtered it, and then we just put it into the van for petrol and stuff, but it didn't work. The van just broke, so now we have another van without biofuel. So what exactly are you doing now? Just Driving around Iceland. I see. And one last thing, can you take me to Germany? Of course, you just have to book a flight. But like in your hand luggage or something, like smuggle me in. Thank you. Þetta var hún Lily. Hvernig eru viðbrögðin búin að vera við Mixi í Dós? Herðu, þau eru búin að vera mjög góð sko. Við höfum selt þetta bara í kassavís og höldum því áfram bara. Það er flott, þakka þér fyrir. Seljið þið Mixi í Dós? Nei. Þakka þér fyrir.